30 sumur á fjöllum, 3 mánuður 30 sinnum, skín og skúrir, þokur, sandbyljir, bláa nætur og útsýni af tindunum. 18 ára sér maður fjallið í fjarska, ævintýrin, fegurðina, hnarreista hesta. Svo koma viðfangsefnin, sandbleitur í jökulám, viðsjárverðar jökulsprungur, erfið tíð. Þetta er ekki allt, síðan verður augljós að við og að til eru önnur viðfangsefni óleyst á fjöllunum, alvarleg málefni, dýrindis jarðefni, málmar, hita og afgjafar sem breyta munu viðhorfi okkar til lífsins. Með þekkingunni hverfur hið óvissa. Að lokum er eftir jarðfastur veruleikin, fullvissan að þjóðin sé á villigötum hafi týnt hennu mikilverðasta í hamslausri leit að stundargæðum. Sambandið milli náttúrunnar og þjóðarinnar er rofið, jafnvel margir þeir sem enn freista lífsins í skjóli fjallana, álíta dalinn fangelsi og okkur sem kom með hringl og hávaða sömargestsins plágu. Snöggar lífsvenjubreytingar eru hættulegar, valda rótleysi og sjúklegri græki í hættulega nautnir. Hvern dreymdi hér þjófa á drykkjumannahæli fyrir 50 árum? Hættan er hins vegar auðsæg á því að lifa oftilbreytingalausu lífi. Framtaksþrá unglingsins verður að óknyttum, draumlífið sjúkt. Að sjósókn fráskilinni er ekkert heilbrigðara ungu fólki en fjalla íþróttir. Allar íþróttir eru þarlegar en margar of staðbundnar. Ef við nemum fjöllin á ný, þá mun það færa dalabóndanum nýtt líf og aukna möguleika. Ferðarlög sniðin eftir lífsþægjendum eiga leggjast niður, hringferða holta rölt hins tepurlega og prúðbúna líð sem sper til vegar á kortlögðu landi og finnur ný lönd við alfara vegu. Ísland er land þeirra sem ferðast á eigin spýtur. Harðgjört fólk sem kann að liggja úti sömar og vetur, lætur aldrei bugast og klæðir sig eftir ástíðum. Fjallaþjóð sem ekki kann að klifra önkunar verð. Hið sanna ferðafólk hefur ávallt og alls staðar flúið hið mjólækjaða þæginda fólk. Nú er svo komið að einungis hinni erfiðustu og afkektustu tindar eru frjálsir hraustum fjallamönnum. En þá er tími til að helga land vort þessu fólki. Íslenskir jöklar eiga að vera leikvangur þeirra æsku sem lifa vill heilbrigðu, einföldu lífi. Aldrei vissi ég dæmi þess að sá sem lært hefur að skilja útilíf fjallana og jöklana legði lag sitt við hennar auðvirðlegustu athafnir. Það er verk þeirra sem flúið hafa frá athafnalífi búandans að nema jöklana á ný. Á þann hátt getum við bjargað mörgum sem nú er að glatast í glaumist borgana. Fólki sem stríð og glundroði hefur komið á kaldan klaka.